Ja, Andrea, góður sigurinn á Víkingum í Víkinni, bara fyrstu viðbrögð eftir leik. Bara glöð að klára leikinn. Svona að horfa á þetta, þið virkuð miklu betra lið á vellinum, hvernig var tilfinningi þín bara svona heilt yfir? Já, mér fannst við halda vel í boltan en þegar við gerðum ekki þá vorum við að tapa á hættum svæðum og eins og við sáum bara í dag, Víkingarnir refsiðu vel, þannig að þú veist, leið að við ákveðum að vera kærulausar að þá, þú veist, voru þær að refsa og þær hefði getið skorað fleiri mörk og sáum bara okkur, við hefði getið skorað fleiri. Það virðist vera mjög gaman að spila fótbolta fyrir FH þessa dagana. Hvernig svona bara að spila fótbolta með stelpunum? Það eiginlega bara geggjað því stelpunir í liðinu eru frábærar, þú veist, þær sem að spila á bekknum og allar. Þú veist, liðið í heild sinni, við erum með gríðarlega góða liðsdeild og það er bara gaman að mæta á æfingar og það er gaman að mæta á völlinn. Þetta virðist vera svona góð samsetning á hópnum líka, margar ungar og efnilegar og svona reynsla í bland. Hvernig svona metur þessa samsetningu á hópnum hjá okkur? Ég held að þetta sé alveg bara fullkominn blanda, að vera ekkert með svona margar ungar og það er bara svona keeps me young og þetta sem er eldri. Maður er svona hanga með þeim. Ég vil nú aðeins að spyrja út í markið. Þú svona aðalega þegar þú virtist nú mest hissa á þessu sjálf, áttu ekki mörg svona mörg á ferlinum? Nei, veistu, ég held. Getur talið á annar hendi hvað ég er mörg sko. Næsti leikur er gegn Val, þið hljótið að fara brattarinn í þann leik á þessari siglingu sem að þið eru á núna? Já, við tökum alltaf bara leik fyrir leik, þannig að þú veist, já, við klárum bara þann leik í dag og næsti leikur verður tekin á morgun. Þið eru komnar á toppina sem að Breiðablik tapaði sínu leik. Það hlýtur að vera ánægilegt. Er þetta árið ykkar að taka þann stóra? Já, að sjálfsögðu það stefnan, þannig að við þurfum bara að halda á því striki og gera það sem gerum vel og laga það sem þarf að laga og restin gerum við.